Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Vilhelm Otto 14 ára strákur á Akureyri sem spilar fótbolta og körfubolta með íþróttafélaginu Þór. Hann á sér þó fleiri áhugamál og eitt af þeim líklega frekar sjaldgæft hjá drengjum á hans aldri en það handavinna. Vilhelm hefur í 2 ár búið til handgerðar slaufur og klúta sem hann selur á sérstakri slaufusíðu á Facebook og nær þannig að búa sér til vasapinning leið og hann sinnir áhugamálinu. Vilhelm byrjaði á því að prjóna slaufur en fór fljótt út í að sauma og hefur síðan einbeitt sér að því og hefur nú komið sér upp góðri aðstöðu í herberginu sínu. En hvernig byrjaði þetta? Hefur alltaf haft áhuga á svona handverki og slíku? Já, ég hef bara mjög gaman af öllu höndunum og að gera alls konar. Þið eru ekkert fundist leiðilegt að fara í handavinnu í skólanum? Nei, það alls ekki leiðilegt. Og nú ertu búin að koma upp svona, smá saumastofu hérna í herberginu með til dæmis saumavél hérna og svona. Hvar fékkstu þessa saumavél? Það var afi minn sem gaf mér þessa saumavél. Afi minn sem býr á Dalvík, Otto heitir hann. Hann gaf mér hana 2 árum eftir að amma mín dó. Þegar fekk að skoða hana heima hjá honum og fekk hann í láni og síðan sagði hann mér bara að ég mætti eiga hana þegar ég ætlaði að skila henni. Heppinn? Já, mjög heppinn. Af hverju heldurðu að hafi byrjað á þessu upphaflega? Hafðirðu einhverja fyrirmyndir? Voru foreldrar þínir eða einhverjir í fjölskyldunni sem voru að ýta þessu að þér? Nei, það hefur aldrei neinn í fjölskyldunni minni kunnað að sauma allavega sem býr með mér. En eins og amma mín og systir pabba mín, þau eru mjög góð að sauma, myndi ég halda. Þannig það var ekki það að mamma þín var að ýta þessu að þér frá barnæsku að fara að sauma? Nei, hún er ekki góð í að sauma. Og slaufurnar sjálfar, þú hefur verið með smá svona þróun í þessu. Við sjáum til dæmis eina slaufurna sem er svona einföld. Já. Og aðra svo sem er svona tvöföld. Já, þetta er sem sagt feðgaslaufur. Og þetta fá líka í einni gerð fyrir neðan. Þessi hérna? Já, þessi hérna. Þetta eru með 3 stærðir? Já. Hver er svona munurinn á þessu? Þetta er bara hérna, þessi er tvöföld, sem sagt. Og þessar hérna báðar einfaldar, bara þessi aðeins minni. Hvernig hafa viðbrögð vina þinna verið við þessu? Bara góð. Þeir gagnrýna þetta allavega ekki neitt eða neitt svona. Þú ertu náttúrulega mikið í bolta, íþróttum og öðru slíku. Þetta er náttúrulega svona öðruvísi en það, væntanlega. Já, þetta er talsvert mikil breyting. Þar sem maður er endalaust á fullu en hérna situr maður bara rólegur. Þetta hlýtur að krefjast dálítið æfingar að verða góður í þessu. Hvað þarf maður í rauninni að gera til þess að vera góður? Er það bara að æfa sig eða? Já, og bara þolinmæði. Þótt eitthvað mistakist, þá verður maður bara að byrja aftur. Værirðu til að sýna mér svona ferlið, hvernig þú býrð til einu svona slaufu? Já, ekkert mál. Þetta byrjar sem sagt með því að ég strauja svona snið á. Svo ef ég ætla að gera einfalda eða tvöfalda, þá strauja ég það bara hérna á. Strauja svona á hérna. Sker ég þetta svona. Og þá er bara næst að skrifa að sauma þetta eða eitthvað? Nei, ég þarf að setja svona efni. Já. Flísering kallast það, til þess að gera það stíft, til þess að haldi svona. Fylgistu eitthvað með því svona þegar það er að koma ný efni og svoleiðis? Ferðu í búðina til þess að kaupa þér efni? Spenntur? Nei, ég svona fer stundum, einu sinni. Kannski það fer bara eftir hvað mikið að gera. Eins og á jólunum þá er oft mjög mikið að gera og þá fer ég kannski að athuga með hvort séu ný efni og hérna og ef það eru einhver nýflott efni þá kannski prófa ég að kaupa þau og þá být ég slauf úr því og set myndin á síðuna mína sem sagt Facebook síðuna og kannski hefur einhver áhuga þar og
þá getur hann bara komið og keypt slaufuna og... En ef ég væri með mitt eigið efni, myndi langa til þess að fá slaufu úr því, ég kann ekki að gera það sjálfur. Gæti ég komið með efni til því? Já, það er ekkert mál. Þú getur bara haft samband við mig á slaufusíðunni minni. Þú myndi bara sauma fyrir mig slaufu? Já, ég myndi bara græja það fyrir þig. Þá er efni orðið miklu stífara eins og þú finnur. Allt öðruvísi áferð á þig. Var það tilbúið núna til að fara að sauma? Já. Nú ertu búin að setja títibrjón í þetta og brjóta hana svona saman. Já, þá sem sagt bara sauma ég hliðina. Þá er slaufan eiginlega bara klár. Það er bara að snúa henni við. Það er gert bara svona. Það byrjar á því að brjóta hana svona. Sko. Þá er slaufan orðin svona. Já. Þú þarft að sauma náttúrulega miðjuna sérstaklega. Já. Og setur hana yfir. Já. Hefur einhverja tilfinningu fyrir því hvað þú ert búin að sauma margar slaufur? Nei, ég er svona ekki alveg viss. En ég er örugglega alveg búin að sníða og sauma kannski, ég veit ekki, kannski örugglega 100 slaufur. Já. Örugglega meira en það. Og hérna sjáum við eiginlega bara svona tilbúna slaufu. Þetta er svona bara alveg klár slaufa. Það vantar bara bandi hérna reyndar. Og þetta er eitt af mínu uppáhaldsslaufu núna sem ég er búinn að vera að gera. Og mér finnst hún bara svo flott og kom vel svona út í forminu. Þannig að... Er þessi til sölu? Já, þessi er til sölu. Ég ætla að kaupa hana. Já, þú verður að fá hana. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.